Stærðverði frá Key Largo og Fiskislóð 14 gegnum enn eina tækni nýjung. Nú það FaceTime eða anditími Apple sem við tökum þennan þátt upp í staðinn fyrir Skype. Við erum að pröfa það og terjum okkur frá enn betri gæði. Það eiginlega með ólíkindum finnst manni þegar ég horfi á teknistjóra minn í tölvunni hjá mér hér á Key Largo að það var eins og hann sitji hinum með borðið og sé bara hérna í salnum. Þannig það verður áhugavert að sjá hvernig þetta kemur út. Í útsendingunni sjálfri sem verður í kvöld klukkan 8 í fyrsta sinn á þessum jarðskjálftadegi í íslenskum stjórnmálum þegar Framsóknar matamann hefur farið með pilsa þitt og pífum og að leggja undir sig eyjuna bláu. Seinna vænt. Tími komin til, munu ýmsir gamlir bændur og búalið segja sem að eru svo gömul að elstu menn muni ekki neitt og þegar að einhver segir jæja Jón minn, við erum nú að bara ná meiri hlut á landinu. Hvað segirðu þar? Allir gamlir framsóknarmenn orðnir svo gamlir. Þeir voru ekki nema, eins og allir vita, fyrir 5 mánuðum þá voru bara 12% þjóðarinnar framsóknarmenn. En nú eru þeir samkvæmt síðustu könnunum að nálgast hvað? 40%. Eða svo þjóðin hefur loksins skynjað uppruna sinn og hvað henni fyrir bestu og að það sé undir forystu Framsóknar matamunnar. Og ég viti það, ég myndi ekki hafa einar áhyggjur af því þó að Framsókn ekki meirihluta á þessu. Þýstir ekki til lengur og svona, eða það sem að spilling gæti grasserað og hefði grasserað. Ég myndi ekki hafa einar áhyggjur af það. Aðeins áður fyrir að tala pólitíkina og þetta, vegna þess að það svo mikið sem að við sjálfstæðismenn getum lært af því sem að gera. En erum greinilega ekki, mér skynja það ekki að Valhöll eða Bjarni Ben eða Svarendur Hólm eða Hanna Birna sem eru sagt að skelli svo hurðum í Valhöll núna og öskri á fólk að fólk sé segi upp og fari og varaformaðurinn fann að taugum. Áður en ég tala það. Og það aðeins að rifja upp með ykkur að fyrir 45 árum þá var ég háskólastúdent í Madison, Wisconsin, var að læra stjórnmálafræði, alþjóðastjórnmál þar þegar tíðindi bárust heimsbyggð að kynþáttahattari hefði skotið Martin Luther King til bana úr launskátri þar sem hann var ásamt aðstofamönnum sínum á út á svölum á mótelherbyggi í Montgomery, Alabama. Hafði verið að brjá öskuköllum eða sortæknum, sennilega heita þeir það í dag, sem voru í verkfalli til að berjast fyrir betri kjörum. Hann hafði komið þangað niður til að leggja þeim lið þegar hann var skotinn til bana. Ég var Matthías Jóhannesson, ritstjóri Morgunblaðsins. Ég var þá blaðamaður á Morgunblaðinu við nám. Var stundaði nám í 3 vetur meðfram blaðamennskunni, bæði í alþjóðastjórnmálafræði og blaðamennsku og þjóðfélagsfræðum. Raunar aflaði mér víðtækrar undirstöðumenntunar fyrir blaðamannarstarfi sem ég hugðist á gera að ævistarfi og hef gert. Matthías hringir og biður mig að fara niður til Atlanta í Georgia þar sem átt að jarða King sennilega verða eftir 2-3 daga liðina nákvæmlega 45 ár frá útförinni. Nú, þetta svo sem ekki langt flug, þetta eru 2 tímar frá, ég minnir ég hef keyrt niður til Chicago, það var svona rúm og klukkutími frá mínum háskólabæ og tók þar flugvél niður til Atlanta
Og ég gleymi aldrei að þegar ég kom inn á hótelið þar sem að þeir á Mokkanum voru búin að panta fyrir mig, það var náttúrulega öll hótel í sjálfri borginni löngu uppfull en ég kom á hótel svona aðeins í útjaðri borgarinnar að þó það ekki væri nema þarna 2 klukkutíma munur, ég held að sennilega hefur nú verið klukkutíma tímamunur líka og þetta var sem sagt þetta verið svona 8. eða 9. En þegar ég kom þarna og kom inn á hótelið og fór síðan niður í bæ og var að vinna þarna í einhverja 2-3 daga í kringum Jarðarförn, að ég gekk inn í algjörlega nýjan heim. Ég skildi ekki hvað málið sem fólki talaði. Þetta var svona twang, 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 halið. Hún sagði stúlkan í móttökunni, "Honey child, are you all the way from Iceland?" Ég get ekki hefnt eftir henni, ég skildi ekki hennar sem ég sagði. Svo lagaðist þetta nú fljótlega að það var nú bara hlusta eftir hljóðarum sem það var, en það eru bara 45 ár síðan þessi leiðtogi blökkumanna og maðurinn sem að kynþáttabarátta og frelsisbarátta bandarískra blökkumanna miðuð við Rosa Parks, konan sem neitaði að standa upp fyrir hvíta fólkinu í strætónum sem eru svona ákveðni hornsteinar í þessari sögu. Og núna 45 árum seinna, að þegar það er bara 45 ár síðan svertingar voru bara brenndir og það var keyrt á það og þeir stopni og farið með þá eins og bara drast. Það verður ekkert að segja það í dag. Bara hugsa það. Þegar byltingar verða í dag amerískur forseti af amerískum og kenískum ættum. Mulatti hefði það verið kallað þegar ég var að vaxa úr grasi, var blendingur af hvítu foreldri og þeldokkur. Nú hann að byrja sitt annað kjörtímabil, þessi ameríski Afríkubúi. En þarna niður frá og það sem ég stendur bara ennþá fyrir hugskotssjónum var það að þegar að útfaradeginum kom og hann var jarðaður frá Ebenezer kirkju í Atlanta, það var svona ekki stór kirkja, gerum mig ekki grein, hún gæti að hefur örugglega tekið einhver 100 manns. Að ég komst fyrir tilviljun eða kunningsskap og fyrir það að AB Fréttastofan, við vorum þeirra viðskiptavinir á Íslandi, þá komst ég inn í kirkjuna fyrir atbeina þeirra fréttastjóra sem var þetta niður frá, var ofusti og hafði verið ofusti í hernum í Víetnam og tók ástfóstir við mig, fannst alveg stórkostlegt að þetta skyldi vera Íslandingur þegar ég ætla að skrifa fréttinum út Martin Luther King. Gerði mig, ég var með að gerður að heiðursfélaga í lögreglumannafélagi Atlantaborgar, hvað annað. Og að þegar við komum okkur fyrir upp á lofti þar sem að kórinn og mjög sérkennilegt, það var heitt úti þannig að það var svona orðið 25 stiga hiti þarna niðri í Atlanta og það var ofboðslega heitt í kirkjunni og það voru náttúrulega 80-90% svertingar eða blökkumenn sem voru í kirkjunni og það var gleymandi lyktinni við lyktum mismunandi og örugglega fyrir svertingar sem í hvítra manna kirkju, hann finnur örugglega líka lykt sem að honum ókunn. Ég man eftir því að mér fannst þessi lykt skrýtin næstum því óþægileg. Svo heyrum við óboðsleg öskur og hávaða og læti og lítum hvor á annan, gátum okkur ekkert, við vorum búin að fá okkur þannig fyrir að við komumstum ekki í burtu. Fórum að velta fyrir okkur hvort það hefði verið orðið einhver uppbót eða átök eða einhver
byssumaður eða eitthvað. Hrópin voru alveg yfirgnæfandi, þannig að þau, og öll kirkjan, svona kliðurinn í kirkjuna þagnaði. Þá voru útfærar gestir, skulum við segja, eða múgur og margmennir sem stóð fyrir utan kirkjuna og fagna því að þeirra Kennedy-arnir voru að koma. Þarna var Robert Kennedy sem að hérna fyrir kúlu byssum hans bara 60 dögum seinna í Los Angeles, og Jacqueline Kennedy var þarna, og ég hvort að sennilega Edward Kennedy líka, en þarna, þetta var þeirra fólk, og þá skynjaði ég í fyrsta skipti að ungur hjá blökkumönnum eða fólki af afrískum uppruna, og maður hafi þetta nú allt eins og prótókoll á að vera, að það er fagnaðarhátíð. Þess vegna sjáum við, þegar við erum að sjá myndirnar, til dæmis frá New Orleans, að þegar lúðrasveitirnar ganga á undan styrkjendum, berja trommur og blása og segja og syngja það seint eða spila það seint og margininn, að þó að þeir væru að syrgja leiðtoga sinn, að þá voru þeir að gleðjast með honum, sennilega vera að renna. En ég var að hugsa þetta þegar ég horfði á fréttirnar í gærkvöldi og var svona að endur upplifa þessa 3 eða 4 daga sem ég var þarna fyrir og eftir útföruna. Þórmæri sé skrifaði heilmikla grein í Mókan sem birtist einhvern tímann miðjan apríl 68. Þar sem að ég fór, var búinn að fara og fór og rakti slóðir hans. Ég hitti rakarann og gamall kall sem að hafði lyft King frá því að hann var polli, og gekk það voru nokkrir gamlir kallar þarna sem að mundu vel eftir honum og sögðu með sögur, og hvernig þetta var bara, þú veist, pappans kom með hann til að fara með henni klippingu þegar hann byrjaði, og svo náttúrulega fór hann sjálfur, bara eins og hver annar strákur var. Ég er vegna þess að ég fór að velta þessu fyrir mér og svona leggja upp með á sama hátt, og það er svona virðist vera einhvers konar uppreisn á Íslandi. Ég veit ekki hvort á að segja sínu seinna að nær helmingur þjóðarinnar heldur það að Sigmundur Davíð og hans fólk, að þeim sé best treystandi til að halda áfram að leiða okkur út úr hörmungunum. Framsóknarflokkur í ríkisstjórn síðustu 4 ár, eða síðustu 2 árin fyrir hrun og síðan eftir það, og það er bara verið að segja sem svo er að Sigmundur Davíð náttúrulega er einn af þáttastjórnendum INN og hefur verið það núna undanfarna mánuði, hálfmánaðarlega móti Birgi Bjarna. Ég er búinn að segja það oft, og þegar hann hefur verið hjá mér, þetta er afskaplega frambærilegur og klár ungur maður, og hann er með fullt af góðu fólki með sig. Og ef að þjóðin ætlar að falla í faðm framsóknara, þá held ég að þurfa enginn að hafa áhyggjur af því að það hrynji síður en svo. Það framsæki fólk og framsýnt fólk sem er þarna, að vísu munu þetta náttúrulega ekki verða neinn úrslit. Ég hef svona kannski lík skýring eða sennileg skýring, meðal annars er það að fólk eru svo leitt á öllu þessu skoðanakönnunum, Félagsvísindastofnun, Gallup, MMR, hinir og þessir, Fréttablaðið, Vísir, að fólk bara er farin að segja einhverja hellu. Það er uppfyrir staðið að þá sennilega mun Framsókn vinna mesta sigur í sinni sögu og hugsanlega einhvern stærsta kosninga sigur sem að finnst hefur unnist á Íslandi. En það sem að ég held að sé gallinn með minn flokk, Sjálfstæðisflokkinn, er það að flokkurinn skilur ekki, eðlilega kannski má segja, hann skilur ekki
hvað á seyði, hvernig á því stendur að 20 og 30 mann 20 og 30.000 mann hafa orðið honum afhuga á mjög skömmum tíma. Og eina verkefnið sem blasir við Jónmundi á framkvæmdastjóra flokksins og þeim sem starfi í Valhöll og Bjarna Ben og frambjóðendur flokksins og trúnaðarfólki að finna bíddu hvar liggur hundur grafinn í þessu. Sjálfstæðisflokkurinn, hann getur ekki svara þessari leiftur fylgisaukningu Framsóknarflokksins vegna þess að hann skilur ekki hvað kom fyrir sig. Og það kannski enginn sem getur ætlast til þess að skilji það vegna þess að fyrir landsfundi fyrir nokkrum vikum að þá reis þessi flokkur hvað hæst með 1500 manna samkomu hér í Reykjavík, yfirburða kosningu formanns, varaformanns og annars varaformanns, að vísu ágreiningum ályktanir landsfundar sem bara eins og gengur þegar þú ert með fulltrúa þriðjungs þjóðarinnar samankomna, að það ekkert óeðlilegt að menn greina á. Ég fullt af hlutum sem að ég ósáttur við með mín flokk. Ég sagði Bjarna Ben, hló í borð og sagði Bjarni, ég í grundvallaratriðum ósammála þér með Evrópustefnuna. Breyti því ekki ég Sjálfstæðisflokk áfram. Það sem að Sjálfstæðisflokkurinn, eina sem hann getur gert núna að fá til sín hópsérfræðinga og greina hvað að. Í hvaða kjördæmi er þetta? Í Suðvestur kjördæmi, er þetta í kjördæmi formannsins? Er þetta í Reykjavík? Er þetta í Suðurkjördæmi? Er þetta í Norðaustur kjördæmi? Hvar er þetta? Hvaðan fer fólki? Er þetta á landsvísu í heilsinni? Hvernig eru hlutirnir í Reykjavík norður? Hvernig eru hlutirnir í Reykjavík suður? Hvernig eru hlutirnir í Kraganum? Suðurkjördæmi, Norðvestur og Austurkjördæmi? Hvernig er þetta, hvernig eru kjósendur í hverju kjördæmi að hugsa af hverju hafa þau ákveðið að yfirgefa flokkinn? Það er bara fullt af mönnum, bara góðum sjálfstæðismönnum sem eru búin að senda mér tölvupóst og bara segja, ég ætla að kjósa Framsókn og ég er glaður yfir því að hafa tekið það ákvörðun. Þannig að það er eitthvað ofboðslega mikið óuppgert. Það er eitthvað óbóðslega mikið sem að mjög margir hafa innra með sér verið ósáttir við hvernig hlutinni voru höndlaðir og Davíð Oddsson, hann fer náttúrulega hamförum á síðum Morgunblaðsins og Geir Haarde, hann var þarna, hann var dreginn fyrir landsdóm og svo koma náttúrulega þetta eins og það nýjasta með skipti, þó að skipti sé að öllu leyti orðið í eigu kröfuhafa sem í dag eru bara við, lífeyrissjóðir og annars slíkt. Það voru samþykktir nauðasamningar og öll byggingin og svikin sem leiddu til aðdraganda. Öllum skýttum var sópað undir tekki. Þetta er náttúrulega bara fyrirtæki sem við seldum einstaklingum, svikarrappum, að þér virðist vera. Þetta bakkvara bara seldu þeim fyrir 65 milljarða kast. Men ég meina, einhverjir tveir strákar sem voru aldrei fyrir að leggja niður hrognn í dósir, þeir keyptu síman á 60 milljarða. Nú eru þeir sem að yfirtóku síman. Neka sjónvarpsstöð sem er búið að tapa milljón á dag frá því að var sett á stofnjárinn. Eitt allsherjar djöfulsti svindl og svínari. Samkeppnisstofnun, þeir eru ráðherrasonurinn frá Höllustöðum sem er með hausinn svo djúpt í sandunum að hann sér ekki út undan. Hann er aldrei nokkuð að láta þetta í dag. Núna á þetta fyrirtæki, þessi kröfuhafa sem eru lífeyrissjóðirnir, ætla að fara að afskrifa einhverja 30-40 milljarða. Er einhver furða þó að fólk þetta er bara það sem er að gera vinir mínir í Sjálfstæðisflokknum.
sjálfstæðismenn 2000 saman eru bara að guppa yfir öllu helvítis strax. Þeir eru að guppa yfir formanni sem að þeim finnst vera hafa fæðst með silfurskinn í munni og tengist þessu helvítis, þessari andskotans byggamillu allri sama og hann hafi ekkert gert eftir og engin lögbrotið að þá framkvæmdan þennan vakning. Hann var stjórnarformaður fyrirtæki sem að fékk milljarðatuga afskrift í. Það er alveg sama hvað menn standi upp og segja ég gerði ekki neitt og sérstakur saksóknar og allir segja þetta er alveg rétt, þú gerðir ekki neitt, en ég ætla að láta ykkur vita það að Hanna Birna Kristjánsdóttir er ekki lausnin á vanda Sjálfstæðisflokksins. Hann liggur sennilega langt út fyrir allt þinglið flokksins, alla trúnaðarmenn flokksins. Ég veit ekki með einhverjum undantekningum. Ég er farin að eins gamall og ég er á áhrifavaldi, þá er ég farin að horfa bara í kringum og velta fyrir mig hvar eru kandidatar sem að geta komið að forystu þessa flokks. Kannski verður hann aldrei stærri. Helgi Magnússon, fyrrum formaður samtaka iðnaðarins og gamall vinur minn og félagi, hann heldur því fram í mín eyru að það sé verið og verður mitt árið stofnaður nýr miðjuhægri flokkur sem að ég veit svo sem ekkert meira hverjir flokkur sem hann segir að verði laus við öfgar Sjálfstæðisflokks. Ég veit ekki hvaða öfgar hann er að tala sennilega tengist að Evrópumálunum að mestu leyti en líka hann hefur verið í slag við Davíð Oddsson sem að hann allavega tíma var eins og margir aðrir mjög hrifinn af. Davíð fann að henda skít í hann í leiðurum og dagsteinum og öðru slíku og þegar hann Helgi búinn að skrifa greinar í Morgunblaðið og sem birtast jafnan á miðopnu enda hann í þeirri Helgi slíkri stöðu, áhrifamaður, varaformaður stjórnar lífeyrissjóðs verslunarmanna og hann er í stjórnskipta, kominn í stjórnskipta tímans sem að er að fara það sem að sökkið heldur áfram, þetta helvítis sökk, 10 milljarða og svo er sagt það er ekki hægt að hjálpa fólki. Er einhver furða? Segi ég og fólki sem fyrir. En sennilega það nú Sigmundur Davíð ekki 40% atkvæða en hann fær góða kosningu. Ég veit ekki hversu vonda kosningu Sjálfstæðisflokkurinn fær eða hvort að Sjálfstæðisflokkurinn fær í raun og veru súper kosningu miðað við það ástand sem er í þjóðfélaginu og það að Sjálfstæðisflokkurinn verður aldrei þetta risa í íslensku þjóðfélagi sem hann hefur verið. Aðeins áður þeir setjast hjá mér Guðlaugur Þór Þórðarson sem er að koma nefndarfundi ofan Alþingi. Það er áhugavert að heyra hvað fréttir hann hefur þar. Hann bað fund, hann og Pétur Blöndal til að spurja hugsanlega sölu bankana til lífeyrissjóðanna. Þetta er umræða sem er í gangi. Við vitum ekki hvað gerist bak við tjöldin, en lífeyrissjóðnir eru við. En lífeyrissjóðnir eru líka fólk sem að tekur ákvarðanir fjárfestingar og eitt og annað framtakssjóður var til að selja allan hlutin í Vodafone, bara held ég fyrir þetta. Þannig að það fullt af hlutum að gerast bak við tjöldin og það er þessi helvítis bak við tjöldin góða fólk sem að er í taugarnar á okkur. Ef einhverjir er að makka það bak við tjöldin að lífeyrissjóðnir kaupi bankana á einhverjum útsölukjörum, þá er það það er, ég veit ekki, óviðeigandi er kurteistorm. Sennilega er óásættanlegt réttara orðið. Annars ég ætla að segja ykkur aðeins þegar við fórum að heiman að þá var verið að sýna borgin og var heilmikið umdeilt þarna var verið að sýna frá Svínabúi að mjög merkjanlegt Andrés
Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu, að hann skuli voga sér það sem hann gerði að segja það að kjúklingaiðnaður og svínakjötsframleiðsla og þetta, að þetta sé bara einhverjar atvinnugreinar sem séu mannaðar af erlendu vinnuafli. Það eru 21.000 manns af erlendum bergi-brotnum sem að halda Íslandi ganga, hvort sem það eru iðnaðarstörf, óvinsæl iðnaðarstörf eða umönnunarstörf eða raunar allt að lækta sem í þjóðfélaginu, fólk sem að við Íslendingar erum svo merkilegi með, við nennum ekki að sinna. Og svo kemur Andrés Magnússon og þykist vera að berjast fyrir einhverjum bættum lífskjörum á Íslandi og segir að það sé bara drast sem vinni við þetta sé innflutt matar, vitið það, þetta ógeðfellt. Ég meina, helmingurinn af kjöti sem við kaupum í dag og sem eitt að það hækkaðist á verði, það er svínakjöt og hjúrungakjöt. Og svo kemur ekki bætir úr stutthúsadeildin hjá Alþýðusambandinu. Þvílíkt andskotastella. Þegar þeir komið stórfrétt og velta því upp á síðustu 5 árum hafi verðin í bónus hækkað mest af öll á Íslandi. Vá! En það fylgir ekki sögunni að þrátt fyrir að þetta eigi að hafa gerst við einhvern samanburðarmælingar, þá í hvert einasta skipti sem að framfara veðkannanir verði lægst í bónus. Lægst! En þá á að hækka mest. Það kemur aldrei fram hjá ASÍ því það sé einhverjir krakkar sem viti ekki, eru kannski því og máladeild og kunni ekki að leggja saman eða draga frá almennilega. Hvernig getur það verið að það sé stór frétt að verði bónusbúðum hafi hækkað mest, en samt bónus alltaf lægstur? Ég var að hugsa þetta, ég fór út í búð í gær og ég var að horfa á kjötborðinu og annað, það munur heilmikla verðunum. Það er líka hér búið 320 milljón mann og það er af svona 40 milljónir manna af erlendum bergi-brotnum sem halda þjóðfræðinni gang. Svo mikið að Bandaríkjastjórn, hún er núna að breyta innflytjendalöggjöf sinni til þess að auðvelda erlendu fólki að koma hingað til þess að hjálpa Ameríkumunum að halda velferðaríkinu ganga. Jón Kristinn og Guðlaugur Þór væntanlega sestir hjá okkur hallulíkur heim í flensu, vona á honum heilsu sem best og hann náir sér sem allra fyrst, en við skulum gera ástu fyrir. Sportjeppinn Nissan Qashqai er nú fáanlegur með sparneytinni díselvél. Kynntu þér Nissan Qashqai, vinsælasta sportjeppa á Íslandi með sparneytinni dísilvél. BL Sævarhöfða 2. Enn fáum við hjá BOT réttingu og sprautun viðurkenningar, 5 stjörnur frá Sjóvá og gæðavottun frá Bílgreinasambandinu, staðfesta úrvalsvinnubrögð og besta tækjabúran sem völ er á. BOT þú vilt vera viss. Silfurhús kynna einstakar íbúðir að Þorrarsölum 9-11 í Kópavogi, í jaðri golfvallar með ævintýralegu útsýni og aðeins spölkorn í þjónustu og íþróttaaðstöðu. Nánar á silfurhus.is. Yfir 80% málaramestara velja vörur frá Málingu HF. Hvaða viðavörn notar þú? Máling HF. Það segir sig sjálft. Viftur í miklu úrvali. Glugga, vegg, loft og baðviftur, iðnaðar, borð og röraviftur, traustar vörur sem þola álagið. Fálkinn Suðurlandsbraut 8, fálkinn.is. Allar stærðir af kojum og rúmum fyrir sumarbústaðinn og barnaherbyggið, húsgagnaheimilið Fossaleginni 2, húsgagn.is. Öryggisvörur, mótaolía og hreinsiefni. Kemi. Þekkt fyrir persónulega og góða þjónustu. Langalína 15-23, Sjálandi Garðabæ. Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi.
Komdu á heimasíðu bygg.is og skoðaðu teikningar. Byggingafélag Gylfa og Kaupir þú gæðavörur beint frá bíli? Því beint frá bíli frá fyrstu hendi. Félag heimavinnsluaðila beint frá bíli.is. Húseigendur athugið að versla við okkar félagsmenn tryggir þér ekki bara hámarks gæði, heldur einnig ábyrgð á okkar vinnu. Málarameistarafélagið í 85 ár, málarar.is. Taktu tengdamömmu með í skíðafríið. Thule skíðabóksinn frá Stillingu, frábær ferðafélagi. Stilling sími 5 28 000, stilling.is. Bættu smá Amsterdam í lífið þitt. Icelandair. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Hægri grænir ætla að setja neyðarlög fyrir heimili fólksins í landinu strax eftir kosningar og leiðrétta öll verðtryggð húsnæðislán 45%. Hægri grænir flokkur fólksins. xg.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Aftur, Jón Kristinn Snæhjón, sestur hér, Guðlaugur Þór ennþá á fundi efnahags- og viðskiptanefndar bankakaupið sem við sagði ykkur frá í innganginum og Hallur náttúrulega eins og þið sagði ykkur liggur í flessu. Velkomin Jón Kristinn. Takk hérlega fyrir. Þetta eru góðsend tímar fyrir okkur stjórnmálafræðinga. Ég ligg andvaka hér á kvöldin og velti fyrir mér býtu, já, það geta orðið breytingar og hana, en svona breytingar, Jón Kristinn, eiga sér sennilega ekki stoð í Íslandssögunni, að íslenskri nútíma stjórnmálasögu að það hafi orðið svona svakalegt fylgishrun. Nei, ég get ekki sem sakfræðingur né stjórnmálafræðingur fundið þvílíka sveiflu niður á við fyrir Sjálfstæðisflokkinn og upp á við fyrir Framsóknarflokkinn. Minnum við þess að þessir flokkar voru saman í ríkisstjórn í 12 ár og það gekk nú á ýmsu og meðan að þessi flokkar voru ríkisstjórn þá áttu sér stórkostlegar þjóðfélagsbreytingar hérna sér stað, tölum til dæmis einkavæðingu bankakerfisins og stórkostlegan hagvöxt í hagkerfinu. Þar voru Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn saman og það eru margir sem tengja ákveðin element í efnahagshruninu við þessa stjórnarsamveru. Kannski að ósekju en samt það gert. Þannig að í rauninni það mjög skrítið að þessi tveir stjórnarandstöðuflokkar sem eru búin að vera í stjórnarandstöðu í 4 ár og veru nú minnug þess að guðfaðir þessara ríkisstjórnar núverandi formaður Framsóknarflokksins. Hann veitti sem sagt minnihlutastjórn Jóhönnu og Steingríms fyrst hlutleysi sitt. Að hann að mælast með næstu meirihluta á þingi og Sjálfstæðisflokkurinn komið niður samkvæmt nýjustu skoðanakönnun í morgun í Fréttablaðinu. Við skulum kannski tala hana eftir, ég held hún sé eitthvað skrítin, en að Sjálfstæðisflokkurinn sé komið niður í 18-17%. Það ómögulegt að skýra þessa sveiflu á milli flokkana með einhverjum einföldum hætti með því að benda bara á formúluna 2, Sigmund og Bjarna. Það ómögulegt. Það stenst ekki skoðun. Nei, það alveg rétt. En sko þessi, fyrir 90 dögum, Jón Kristinn, segjum bara 100 dögum, þá var Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn 12,5% flokkur með bara gamla eftirlifandi Framsóknarmenn innanborðs. Núna hann orðinn 100 dögum seinna, orðinn fjöldahreyfing þar sem fólk á öllum aldri og fullt af ungu fólki að hópast og hvernig svona gerist á 100 dögum. Það verður ekki gert í þjóðfélaginu, það verður ekki gerst í neinum brotamálum eða hjá sérstökum saksóknar eða einhverjum rannsóknarnefndum. Það verður ekkert gerst, það var ofboðslega flottur landsfundur, Jón Kristinn, og fyrir bara 50 dögum þá héldum við að Sjálfstæðisflokkurinn fengi 40%. Hvað gerist í millitíðinni? Já, eins og ég segi, það engin einföld skýring og
Ég hef sjálfur verið andvaka og skoðað. Brjóta tveggja. Ég meina, þetta bara mín skoðun og ég held þetta séu 3 stórir faktorar sem skýra þetta gríðarlega fylgistap Sjálfstæðisflokksins. Og í fyrsta lagi held ég að forystan og þeir sem eru í forystusveit Sjálfstæðisflokksins hafa ekki náð að skapa sér nægjanlegan trúverðugleika hjá kjósendum. Og þegar ég tala kjósendur þá er ég líka við kjarnafylgi Sjálfstæðisflokksins. Það búið að sko taka Bjarna Ben sérstaklega fyrir bæði ríkisfjölmiðlunum og í DVF og fleiri fjölmiðlum. Það búið að taka hann að lífi oftar en 5 sinnum, oftar en 15 sinnum, oftar en 20 sinnum bara síðan síðastliðið haust. Og þetta virðist hafa virkað og þetta virðist hafa virkað það mikið að kjarnafylgi Sjálfstæðisflokksins hinir flokksbundnu sjálfstæðismenn virðast trúa þessu. Og ég heyri þetta bara á tali manna sem ég er búinn að þekkja í 20 ára í Sjálfstæðisflokknum og það er alveg rosalegt að vera að vitna því. Þannig að það er í fyrsta lagi að trúverðugleikinn hefur beðið gríðarlega hnekki. Í öðru lagi þá held ég að þetta séu þá innviðirnir í Sjálfstæðisflokknum líka og þá ætla ég að fara yfir á styrmislínuna. Ég var nú að lesa styrmi aftur bara núna í fyrradag og það sem hann er að segja, og það er svolítið merkilegt, að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki alveg búinn að hoppa inn í 21. öldina. Hann er með þetta gamla landsfundarform, þarna eru málefnanefndir og stjórnir málefnanefnda sem eru að vinna fyrir landsfundin. Til þess að hafa áhrif á umræðuna þá þarf þetta að sitja á þessum fundum og hlusta á misgáfulegar umræður. Þú getur ekki farið sem sagt á landsfundin sjálfur, farið yfir ályktanir og tekið upp breytingatillögur og diskuterað tillögurnar á landsfundinu sjálfum. Þetta eru fámennur hópur sem samanstendur þá af mjög flokkshollum einstaklingum og síðan hagsmunaaðilum. Sjávarútvegi, verslun, lífeyrissjóðir og bændastéttin. Og þetta fólk kemur inn á landsfundinn til að verja sína hagsmuni. Og það getur vel verið að akkurat þessi samsetning sé ekki samsetning þjóðarinnar. Og nú er ég að tala algjörlega gegn því sem ég hef alltaf sagt, að landsfundurinn væri þverskurður af þjóðfélaginu, en komandi á síðasta landsfundi sem mér fannst bara góður og skemmti mér vel á honum. Og það er gaman að vera á landsfundi því þú hittir svo mikið af gömlum félögum sem þú hittir ellegar ekki. En það vantaði þessa dýnamík. Það var ekki hægt að skoða þannþol hugmyndana, diskutera það pólitískt í þaula, einfaldlega vegna þess að landsfundarformið það leyfir það ekki. Og verður þá ekki Sjálfstæðisflokkurinn að koma sér inn í 21. öldina, vera rafrænni og lýðræðislegri með því að forystumenn flokksins, bæði formaður, varaformaður og annar varaformaður og miðstjórn eigi þá að vera kosin rafrænt að þeim sem vilja styðja Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er kannski eitt formið og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn eftir næstu kosningar verða að kafa dýpra bæði ofan í hugmyndafræðina, hvernig hún er sett fram og hvernig landsfundarformið er bara úrelt og gamaldags. Síðan er það þriðja og það heyri ég líka. Að það er eins og sem mönnum finnast bara hreinlega að forysta flokksins sé ekki við völd í flokknum. Að það séu þarna gömlu forystumennirnir sem hafi allt og mikil ítök, hafi allt og mikið að segja og stýri bak við tjöldin. Það er þessi 3 atriði. Davíð Kjartan Gunnarsson, Björn Bjarnason, Styrmi og hverjar fleiri. Halldór Blöndal, hann var að skrifa í Mokkan í morgun. Sá ég og eitthvað á það menn ætti að láta Sigmund Davíð njóta sammælis. Já sko, það er bara ný kynslóð tekin við í flokknum og fráfarandi kynslóð verður bara að sætta sig við það þannig að ég fari að nafngreina einstaklinga en ég held að þú hafi nú lagt þarna nokkra fallega ása á borðið. Ef við horfum á viðfásalinn upp í Valhöll, við erum búin að heyra á neyðarföndu, ég hef búin að heyra það innan á Valhöll, að Hanna Birna, hún sé farin á taugum og hún skellti hurðum og hrópi á fólk og ekki hvað og fólk, bókstaflega starfsmenn flokksins séu hættir út á Hönnu Birnu. Og ef það er komið paník í forystuna, ég held að vísu sagði Bjarni Ben
í tölvupósti, svona fjöldapósti sem ég fekk í gær, að hann væri í sjokki. En hann sagði, hann að reyna að segja, eins og menn gera, botninum náð. En ég segi, flokkur sem ekki skilur hvað kom fyrir hann getur ekki brugðist við vandann. Sko, við skulum orða þetta þannig að auðvitað eru menn í sjokki yfir því sem að gerast fyrir flokkin. Hann ef við förum yfir í flugið, þá hefur áhöfnin og flugstjórinn, hann hefur mist flugvélina í spuna og hann ekki að ná vélinni úr spunanum. Hún að fara í jörðina. Og það eru ýmsar aðgerðir til sem kannski fara yfir og eftir sem ég tel að flokkurinn ætti að fara í strax. En ég ekki í neinu sambandi við Hönnubyrnu og hef ekki komið upp í Valhöll síðan á landsfundi, þannig ég veit ekkert hurðaskell eða eitt eða neitt. Ég heyri það hins vegar að mórallinn alveg alkul þar inni. Og þá reynir á forystumann eins og Hönnubyrnu, forystumann eins og Bjarna og Illuga og þá sem í forystunum fyrir hverfafélögunum og allt þetta ágæta fólk sem þarna að peppa upp mórallinn. Það sem ég sakna, bara sem einstaklingur í Sjálfstæðisflokknum, að það hefur ekki komið ein símhringing til mín eða til neinna minna vina sem ég búinn að þekka í 20 ára í Sjálfstæðisflokknum frá Valhöll eða frá einhverju kosningaskrifstofu. Heyrðu Jón Kristinn, ertu til í að koma hérna að vinna og hringja út flokkslistan og útskýra fyrir fólkinu hvernig við ætlum að tækla kosningabaráttuna og hver okkar stefnumál eru. Það ekkert svoleiðis, ég sé engin flögg, það enga blöðrur, ég sé ekki til sambandsungra sjálfstæðismanna eða ungra sjálfstæðismanna yfir höfuð bara á landinu, þetta allt lamað. Það enga kosningaskrifstofur, ég sé enga blöðrur og það engin framboðsgleði. Og ef þú hefur ekki framboðsgleðina, bara í krónískri fílu, þá tapar þessum kosningum. Það bara þannig. Og veistu það Ingi Hrafn, að sá sem býst ekki við að sigra, hann hefur þá þegar tapað. Já, algjörlega sammála. En ég segi, ef það eru neyðarfundir í Valhöll eins og á að vera og menn séu að brjóta til merkjar, þá spyr ég sem stjórnmálafræðingur, hvernig ná ég að fara að bregðast við núna? Og þá segi ég fyrsta lagi, við erum að fá Gallup eða félagsvísindastofnun til að spyrja hefur þú ákveðið að skipta flokk og kjósa ekki Sjálfstæðisflokkinn? Af hverju? Við verðum að fá, og það sem flokkurinn verður að fá, hann verður að fá þessar upplýsingar úr öllum kjördæmum. Öllum. Hann verður að fá aldursgreininguna á þessu fólki og kyngreiningu. Er þetta karlar eða konur sem er að forða? Hefðin segir það að konur ætti að vera trúrri svona flokki. Það er að láta síður svona sveiflast á milli heldur en kallar sem að, þú veist, hugsa, betra fyrir mig að Sigmundur Davíð verði og ég bara kýs hann og ég get komið til flokksins aftur. Hvernig á flokkurinn að greina vandann og til þess að geta tekist á það? Ég þykist nú vita að Sjálfstæðisflokkurinn sé nú að gera þessa vinnu, annað væri nú algjörlega absúrt að menn... Nei, ekki hugmynd. Ég ekki í þessari kosningastjórn og ég bara manna það þegar við vorum í kosningabaráttunni 2006 fyrir borgina. Þá sætti ég þeirri kosningastjórn og þá höfum við þessar tölur algjörlega á hreinu. Aldursskipt og milli hverfa og hver voru helstu áhersluatriði milli hverfa og þannig að við vissum nákvæmlega hvað við áttum að segja og hvaða stefnumál áttum að setja fram á milli hverfa og milli aldurshópa. Þetta hlýtur Valhöll að vera að gera, þetta hljóta kosningaskrifstofurnar að vera að gera út á landi, annars á þetta fólk bara að fara að snúa sér að líknarmálum og gera eitthvað allt annað en að vera í pólitík. Það bara þannig. Gerum östuðt auglýsingarhlé og svo bara alltaf ég spurja þig point blank og ég bara segi spurningar núna, er á Bjarni í alvöru, á hann að velta fyrir sér núna eins og staðin er núna að segja upp sem formaður Sjálfstæðisflokksins? Farið ekki langt. Fjölbreytt úrval glugga og hurða úr PVC, tré, áli og tré á góðu verði. Fagmennska er okkar fag. Gluggavinir.is, Hlíðarsmára 11. Stórbrotin bók eldgos og jarðskjálfta, náttúruvá á Íslandi,
tæpar 800 blaðsíður, nærri 1000 ljósmyndir, teikningar og skýringamyndir, háskólaútgáfan. Nú stendur þér til boða að fá einkakennslu á tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. Vilt þú ná hámarksárangri í tölvunni þinni eða öðrum tækjum? Leiðbeinandi er Ólafur Kristjánsson. Allar upplýsingar er á netkennsla.is. Texasborgarar, nú það lambaborgari, 140 gramma borgarar úr íslensku lambalæri með bernes, djúpstektum laukringjum og frönskum, aðeins 1390 krónur. Texasborgarar, Grandagarði 11, texasborgarar.is. Fiskikóngurinn Sofa við 3 opinn virka daga milli klukkan 7 og 18:15. Nýr fiskur alla daga. Líka opið á laugardögum milli klukkan 10 til 15. Fiskikóngurinn Sofa við 3, ávallt ferskur. Fánar, 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 fyrirtækjafánar, hátíðarfánar, þjóðfánar, borðfánar, bannerar. Merkismenn Ármúla 36 með 5 44 20 30. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Kominn tíma á það. Maður sér þetta í Blockheimi og öðru slíku og það frá sjálfstæðismönnum sem í svo miklu sjokki að það segja bara, heyrðu Bjarni minn, það bara, þú veist, þetta gengur ekki lengur. Stundum það þannig, alveg sama hversu viljinn mikið Jón Kristinn, að þegar komið á endastöð og þá bara verða menn að fara. Sko, ég heyri þetta líka. Ég sagði þetta áðan þegar við byrjuðum þetta samtal okkar. Ég hins vegar algjörlega á móti því að Bjarni jafnvel sko hugsi þetta mál að núna að það sé eitthvað stórkostlegt pólitískt stönd að hætta sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn, hann vinnur þessar kosningar, tapar þessum kosningum með Bjarna sem formann. Síðan bara upphefst eitthvað nýtt ástand eftir kosningar. Þannig þetta. Og ég verð að segja það að ef ég þekki Bjarna rétt, vegna þess að hann á erindi við fólkið, hann var kosinn af þessum landsfundi, þó að úreltur sé kannski, að þá hann með þetta umboð til þess að leiða þennan flokk áfram. Það bara þannig. Og ég þykist vita til þess að Bjarni Benediktsson alveg sallarólegur, hann alveg kúl. Það mér sagt og ég afvísu talaði við hann daginn og ég heyrði það ekki á honum að hann gerir sér mjög vel grein fyrir stöðunni. Eina sem ég vil segja við Bjarna Benediktsson þetta að nota tíma til þess að tala við sína flokksmenn. Því að það hans flokksmenn sem í rauninni ekki að trúa því að stefna sem við erum að setja fram sé rétt. En nú Guðlaugur Þór Þórðarson kominn, galvaskur, þannig að þú getur spurt hann sömu spurningar og ég, en ég vil enda þetta svo áður en ég gef Guðla orðið. Núna skiptir máli að framboðsgleðin skín úr hverju einasta andliti og minn trúi því að undir forystu Bjarna þá sé að snúa þessu við. Þú hafði einhverju ljósakrónum Jón Kristinn. Það bara engin gleði neins staðar. Já, ég hafði betra hangi ljósakrónuna heldur en að detta á gólfið, ekki satt? Þú ert dottinn á gólfið. Guðlaugur Þór, ertu sestur? Ég sestur. Velkomin á svæðið. Ég vissi að þið voruð að funda út af því sem þú og Pétur Blöndal báðuð út af hugsanleg viðræðum baktjaldamakki kaup lífeyrissjóðanna á bönkunum. Já. Hvað kom út úr þessu fundi? Já, ég var nú bara að koma núna og ég held að við þurfum ekki að ágjöra því að það að gerast fyrir kosningar og það engar viðræður í gangi og alveg ljóst að ef menn ætla að fara í þess háttar viðskipti þá þurfa stjórnvöld að koma að því út af gjaldeyrishöftunum. En við fórum hins vegar mjög vel yfir þessi snjóhengjumál og stöðuna því öllu og hvaða sviðsmyndir uppi og hvað geti verið besta hugsanlega niðurstaðan. Og það ljóst að þetta það ekkert fast í hendi þessu, langt í frá og jafnvel þó þetta færi á besta veg og það besti vegurinn sá að stóru innlendu kröfuhafarnir í þrotabúin, það Eignarhaldsfélag Seðlabankans og lífeyrissjóðirnir, sætu uppi með þá einhverja innlendar eignir sem annars vegar eru bara reiðufé og hins vegar bankarnir, það svona í stærstum hluta, með þá einhverjum afslætti gegn því að reiða fram einhverja af þessum sínum erlendu eignum
að þá er það eitt og sér ekki einfalt. Það er alls ekki sama til dæmis hvernig farið yrði með 200 milljarðana í reiðufé, því að það mætti náttúrulega ekki koma hér á verðbólgu, jafnvel óðaverðbólgu í tengslu við það. Þannig að þetta er mjög vandrata mál og snúið, gríðarlegir hagsmunir í húfi, en stuttasvarið við spurningunni er verið að ganga frá sölu á bönkunum í skjóli nætur, nei, ég hef ekki áhyggjur því eftir þennan fund. Hvað með, mætti seðlabankastjóri á fundi? Hann mætti á seðlabankastjóri mætti, fjármálaráðherra, fulltrúi slitastjórnanna og fulltrúi Landssamband lífeyrissjóða. Þannig að þetta er vel mannaður fundur og þetta er nú eiginlega einn besti fundur sem ég fara á í efnahags- og viðskiptanefnd. Hafðu þú á tilfinningunni, Guðlaugur Þór, að seðlabankastjóri hefði stjórn á hlutunum? Mér sýnist að allir aðilar sem að málinu koma og sem eiga að gæta hagsmuna okkar séu á sama stað og það sé ekki verið að fara, og ég sé eiginlega að það verði ekki bæði yfirlýsingar ráðherrans, seðlabankastjóra og svo sem lífeyrissjóðanna og slitastjórnarnir voru þess eðlis að ég hef ekki áhyggjur af því að það verði að vinna að þessu í einhverju hraða eða í skjóli nætur, þannig að það held ég að sé óþarfa áhyggjur. Takk fyrir það, takk fyrir að hafa þennan fund. Það þurfti að fá svör við þessu. Þetta spilar inn í þessar kosningar bara og þarna líka, hvort að sé enn eitthvað baktjaldamakk í gangi þarna. En Gulli, þú ert daglega að hitta kjósendur, bæði auglýtis og á Facebook og öðrum miðlum, þar sem verður að gera. Tíminn er náttúrulega bara að fara frá okkur af því þú varst að seint fyrir, en fólkið, Guðlaugur, ég meina þessi 10.000 manna sem eru farnir, eru menn að horfa í augunar og segja, Guðlaugur, þetta er ástæðan fyrir því að ég ætla ekki að kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Það sem að virðist hafa gerst núna er það að, svo það sé bara sagt, að menn hafi, okkar fólk hafi einhvern veginn séð einhvern betri sjálfstæðisflokk heldur en sjálfstæðisflokkinn í Framsóknarflokknum. Og það er auðvitað eitthvað sem að gengur ekki upp. Og ég hvet nú fólk aðeins til þess að kynna sér, ef það ætlar að kjósa Framsóknarflokkinn, fyrir hvað hann stendur og hvað hann hefur verið gert. Það hefur verið ágætið samstarf með okkur í stjórnarandstöðunni, og það liggur alveg fyrir hverjir hafa borið hitann og þungan að því. Og ég vek athygli á því að lungin af Framsóknarflokknum mikill meirihluti greiddi til dæmis atkvæði með málsóknina á hendur Geir H. Haarde. Og þeir eru ekkert að leggja áherslu á það að lækka skatta. Þvert á móti, þegar þeir eru að vera að tala um að fjármagna þessa niðurfærslu skulda sinna, að þá hafa þeir verið að tala um 1-2% skattahækkun næstu 20-40 árin á tekjuskatti. Og þannig að ef menn ætla að kjósa Framsóknarflokkinn, þá eiga menn að vera allavega meðvitaðir um það hvað það þýðir. Hvað segir fólk við þig, augliti til augliti, fólk sem ég er alveg klára því að þú ert búin að heita fólk sem segir þér að það sé hættu að kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Hver er skýring? Því ég var að segja við Jón Kristinn Álaug komst, Guðlaugur, að það er 100 dögum, þá var Framsókn 12,8% af flokk og var búin að vera það í 1000 daga. Svo bara allt í einu er hann 40% af flokkur. Þetta er ekki, það er engin einhlít pólitísk eða stjórnmálafræðileg skýring á því. Hvað gerist? Hvað heldur þú að vegna að þetta er nálgast móðursýki? Þetta er að upplifa einhverja tíma sem við ekki séð áður. Þú ert nú búin að fylgjast með stjórnmálu jafnvel lengur en ég. Og ég held að við getum fundið að þetta voru ekki skoðanakanni hér í þarna, nefnum fyrir kannski svona 20 árum síðan eitthvað slíkt, en þarna allavega ekki í sama mæli, en ég held að við höfum aldrei upplifað svona tíma. Og það er, mín tilfinning er þessu, og það sem að mann hefur fundist vera að fólk fólk algjörlega búið að afgreiða vinstristjórnina. Það er ekki að fara að kjósa þessa vinstriflokka af ástæðu, þeir eru búið að sjá framan í þá. En er ekki að fullu, hafa ekki alveg verið sáttir við Sjálfstæðisflokkinn af ýmsum ástæðum,
En samt sem áður í það minnsta mjög mikið af þessu fólki og kannski lungina af þessu fólki sem að alla jafna styður okkur og núna að styðja Framsóknarflokkinn, gerir ráð fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn verði þar með. En málið bara mjög einfalt að ef að Sjálfstæðisflokkurinn verður ekki kosinn þá verður hann ekki ríkisstjórn. Og ég vek athygli á því að því að menn tala Framsóknarflokkinn að það var Framsóknarflokkurinn sem bjóð þessa ríkisstjórn til. Og ef við skoðum afstöðu hans til mála á kjörtímabilinu að þá hefur við síður og svo einarður í stjórnarandstöðunni, heldur þvert á móti, hefur verið mikið að styðja vinstristjórnina í allra handa aðgerðum. Og það þýðir ekki þessi fylgisöfningur einfaldlega að það sem að Sigmundur Davíð og hans menn hafa verið að gera að það fellur fólk í geð frekar heldur en svo ég meina það menn segja bara í mín eyru og mín augu og beint framan í mig segja bara einhverja Sjálfstæðisflokkurinn það svo miklu öfgar í Sjálfstæðisflokknum og heift og djöfulgangur að ég hef ekki áhuga á þessu lengur og menn bent á Morgunblaðið, bent á Leiðara Davíðs bent á Staksteina bent á afstöðuna til Evrópusambandsins og svo þessi helvít þessi kristilega ályktun sem skreið þarna inn á óskiljanlegan hátt og enginn kannast við. Það einhvern veginn, þegar það svona tugir þúsunda manna sem fara Gulli, þá ofbýður þeim eitthvað. Já, þú veist, þetta svo margt, ég meina, svo telja menn Evrópustofu ályktunina, þá náttúrulega dreigði tilbaka varandi þetta orðalag varandi kristilega máli sem að þarna, ég fullyrði það að menn voru nú ekkert að eins og verið að leggja út hérna þetta sé eitthvað tebóðshreyfingsmál, það bara gersamlega fráleitt. Þetta bara öll okkar lagasetning og þjóðfélag byggir á kristnum gildum, menn hafa oft haft slíkt inn í þarna ályktunu Sjálfstæðisflokksins frá 1929, en það hins vegar það bara komin annar andi á það út af bandarísku stjórnmálum, menn horfa þangað og spegla þetta við það. Sjálfstæðisflokkurinn ekkert þar og ekkert að fara þangað. Nú varðandi Morgunblaðið, þá það auðvitað ekki í framboði en það hefði nú verið talið núna, maður heyri í mörgum að sé svona helsti stuðningsaðili Framsóknarflokksins og hafi stutt Sigmund Davíð og forystu Framsókn mjög einarlega og margir sem að gagnrýna það að blaðið sé mikið þar. En það allra handa ástæður. Aðalatriði málsins þetta sem að menn nefna, en aðalatriði málsins þetta að nú bara þessi stað, það nokkra dagar í kosningar. Í síðustu kosningum þá var svipað upp á teningnum og mikið af okkar fólki kaus Samfylkinguna og jafnvel Vinstri græna. Þetta fólk var fyrir mjög miklu vonbrigðum af ástæðu og ég fullyrði það að ef menn skoða það hvað í boði núna í öðrum flokkum og ef að sjálfstæðismenn að kjósa aðra flokka, hvort sem Framsóknarflokkinn, þá verður það fyrir sömu vonbrigðum og þeir munu gera þá kröfu að við vindum ofan af mistökunum sem verður gert í stjórnarandstöðu en eins og síðustu skoðanakönnun bendir til þá eigum við bara mjög erfitt með að gera það með þau úrslit og það ekkert annað að gera. Það aldrei á neinu tímapunkti hafa sjálfstæðismenn verið sammála alla hluti. Það ekki neinu tímapunkti menn hafa, þessi stóri breiði flokkur, að menn hafa sagt já við öllu sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að gera, hvað þá ályktunum á landsfundum, það bara fullir ég eftir að búin að fara á landsfundi frá því í lok 9. áratugarins. Nú eru bara gríðarlega mikilvægar kosningar framundan og ég hvet fólk til þess að spyrja þá aðila sem að lofa gull og grænu skógum eða bara lofa einhverju að svara því hvernig á að framkvæma það. Og það alveg að mínu áliti hefðu við átt að tala miklu meira stöðu heimilina, allar meira ábyrrandi, það stóra málið, heldur við gert fram til þess og meðal annars að fara yfir þessar fínu tillögur sem nú liggja fyrir sem raunhæfa lausnin fyrir fólki í landinu. Eitthvað sem getur staðið við. Bara tíminn búinn og við erum komin yfir í næsta þátt sem gestagangar andir. Loka þessu inn í helgina bara með þeim orðum að Sjálfstæðisflokkurinn margir segja að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn verða saman þá verður bara Sigmundur Davíð forsætisráðherra. Sjálfstæðisflokkurinn ekki að fara í ríkisstjórn með þetta fylgi sem hann hefur í dag, það klárt. Og ef menn ætla að hegna sjálfstæðismönnum með því að kjósa flokkinn ekki og kjósa Framsókn, þá alveg klárt að Sigmundur Davíð mun ekki mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Kæra þakkir, drengir, á þriðjudaginn verða hjá mér mál sem tengjast Guðlaugi Þór. Ég veit að hann var á fundunum í fyrradag þar sem við erum að fjalla hvernig endurbyggjum við heilbrigðisstofnun. Anna Gunnarsdóttir
verður hjá mér og 2 aðrir læknar sem ekki endilega ákveðið vegna þess að það eitt alstærsta verkefni sem að blasir við nýjum stjórnvöldum. Hárrétt. Það endurreisa heilbrigðiskerfið í landinu. Góða helgi. Góða helgi. Já.